Frá hæli. Já, sportátturum með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi, klukkan orðin 20 mínútur yfir 10, 25. ágúst og við erum ennþá að tala um körfubolta og það er náttúrulega ber helst náttúrulega nefna landsleikin sem framundan er næsta miðvikudag sem er bara skylda fyrir alla Íslendinga að mæta á og nú er ég komið á línuna aðstoðarþjálfara íslenska landsliðsins og þjálfara KS Finnur Freyr Stefánsson. Komdu blessaður og sæll ekki? Sæll. Og þakka þér fyrir að gefa okkur svo lítið ykkur tíma. Já, minnst á mál. Hvernig gengur undirbúningu fyrir leikinn? Það gengur bara blíðilega. Já. Bara mikið tilhökun og hérna, menn spenntu fyrir verkefninu. Eru allir leikmenn heilir? Já, það er svona með að þetta brókar sem við erum búin að fara í gegnum, þá er náttúrulega smá njarska mönnum og svona helst Hlynur Bæringsson, en ég á nú frekar vona að ég allir verði heilir og klári í slagina með þetta. Það komið mitt á það áðan, hann Kjartan Atli að Hlynur Bæringsson, hann er nú bara herra Ísland og hann er ekki eðlugur maður. Nei, Hlynur náttúrulega er magnað eintaka manni og kannski svona endurspegla það sem við séum okkur Íslendingum mest. Hann lætur verkinn tala og best fyrir sínu þótt að oft ofuraflega til þá einhvern veginn næra sínu fram. En ef það er ykkur tíma sem að Laugardalsvöllin á að vera full þá er það núna á miðvikudaginn? Ég myndi ætla það, ég menna við tækifærið er okkar og staðan er fín og liðið er búið að spila vel og strákarnir er búin að ná flottum árangri og við ætlum að toppa það á miðvikudaginn. Með að ef körfubolta og fólk mætir ekki núna þá held ég að mæta aldrei. Nei, nákvæmlega. En er þessi árangur búin að koma ykkur sjálfum á óvart kannski eða þið kannski vissu hvað þið getu væru góðir? Já, neini, það búið að vera mikill uppgangur á landsliðinu undanfarin ár og það sást strax í hitti fyrra og við fyrra með Pétur Ökvist að það var búið að finna út formúlu sem virðist virka fyrir íslenskan körfubolta. Við erum með okkar bestu leikmenn bestu leikmenn kannski sem á svona þeirra præmi reynstu bolta sem við erum búin að spila í Evrópu og annars líkt og blandið það að betast ungir efnilega leikmenn sem er að ná flottum árangri við heim, þannig að tækifærið er núna. Já. En þessi ungu strákar sem eru konir hérna inn í landsliði, þeir láta bara eins og þessu búin í landsliðinu bara í svolítinn tíma? Já, þetta er svo skemmtilega klikkað þetta ungu, egoið stórt og trúum flytur fjöll og enda er ekkert annað sem að gera. Við komum inn bara með fullri sjálfstrausti og sjálfsöryggi og þeir vita að þeir eru góðir í körfubolta og það er það er mikilvægt að vita það. Annars gerir maður ekki mikið. Nei, þeir hafa allan að pung. Já, alveg nógu stóran. Já, en svona, já heldur við, þetta er náttúrulega, þessi Evrópubolti, þetta er náttúrulega freka flókið hvernig þetta virkar fyrir sig. Ef þið tapir leiknum, þá eru þið samt að fara eða ekki jafnvel í lokakennina? Jú, það er alls einhverja reikningsformúlur og fælingar fram og tilbaka. Við veitum allavega, við veitum og við veitum bara að við vinnum leikina miðvikudaginn. Það erum við að fara að spila Evrópumót, erum við að fara á Eurobasket 2015. Já, og það er ekki vita hvar það verið haldið, en menn hljóta nú að fylgja þessu landslið eftir? Já, það er flott að geta komast á erlenda grund og sem íslenska körfuboltalandsliðinu vonandi spila móti að bústu leikmönnum alvörunar. Þannig að það náttúrulega eitthvað sem lítur að vera spennandi fyrir en almenna áhugamann en það er langt frá að vera hendi, þannig að við erum bara fókusera á miðvikudaginn og hugsa ekki langt fram í tímann, sko. Nei, okkurlega. Og, já, menn þurfa að mæta tímalega höllina? Já, ég býst við vorum í Bosníu daginn, vorum þarna í 2 klukkutíma utan Sarajevo og spilum þar í gamalli höll sem allt voru tróðið 1,5 tíma fyrir leik. 7.000 manns og það var setið á öllum mögulega stöðum úr húsinu á staðið. Þar var sungið og trallað og það væri gaman að sjá að Laugardalsvöllin eitthvað í líkum við það. En þetta Bosníulið, já, þið náttúrulega spiluðu við á daginn og töpuðu en já, þetta er mjög sterkt lið, eða ekki?
Já, þetta gríðarlega sterkt. Það náttúrulega Teletóð sem við fengum fréttir um dag eru ekki með. Það náttúrulega kannski svo skjærð og stjarnan. Náttúrulega spilar NBA og skaut nú Miami Heat í Kafan í einu leik í úrslitakeppninni. Hann var stigahæstur í Euroleague sem var svona meistaradeild Evrópu með 22 stig fyrir 3 árum. Þannig að hann náttúrulega er gríðarlega sterkur leikmaður og stigahæsti leikmaður undankeppninni hingað til. En það er mjög á öðru leikmönnum. Þeir eru með leikmenn sem eru búin að vera að spila í meistaradeild Evrópu, búin að spila í sterkum deildum, svo sem á Tyrklandi, eftirdeild á Ítalíu, eftirdeild í Rússlandi. Strákar sem eru búin að ná flottum árangri og eiga flottan feril að baki. Þjálfarinn náttúrulega, Dusko er gríðarlegur reynslubolti og þannig að náttúrulega hefðin hann á Barkar, hann er gríðarlega sterk. Þannig að það að mæta þessu liði er mikið challenge og hann er eitthvað sem við lökum bara til að taka á við. En já, mann langar eiginlega ekkert að tala um það en svona aðeins rétt svo inn á að körfuboltahreyfingin, hún náttúrulega hefur aldrei verið svo ríkasta en þetta er búið að vera svaka sjálfboðin á bakvið hvert félag hérna á Íslandi og yngri flokka störfin. Já, ég þarf náttúrulega kannski ég veit ekki hvernig það er með almenningin sko, stundum fann maður tilfengun að menn halda að íþróttafélög á Íslandi séu svona eins og bara Manchester United eða Liverpool eða eitthvað í heimi þar sem að hvert félag með alla leikmenn á heiminháum launum og starfsfólk á launum og framkvæmdastjóra og þjálfara á okkur launum sem er ekki hægt að tala um en náttúrulega íþróttahreyfingin öll er bara sjálfboðlega að vinna og menn fórna tíma sínum sem myndi annars að eiga fjölskyldu og í frítíma og í aðra hluti en nota það bara í körfuboltanum. Já. Fólk sem vinnur frá 8 til 4 og svo eiga það frá 4 til 10 á kvöldin oft bara í kringum körfuboltanum. Þetta er fólk sem á mikið og skilið og handlagi sem fólk átt að segja á að sjálfboðlega vinnan fleitur okkur alltaf bara vist langt en svona ég geti gert þetta aðfall betur og þá þurfum við stuðning. En hérna með yngri flokka þjálfun, já nú er þetta orðið svolítið breytt þjálfun eða ekki svona eins og frá því að þú byrjar að þjálfa sjálfur að já, það virðist sem að æfingaprogrammin og fleira séu orðinni svona miklu faglegri og þjálfarar eru meira svona hjálpa hver öðrum. Já, ég held að menn alltaf sem er í þessu saman og hvað sem er kring múningarlandsliðin eða mæta hver öðrum í yngri flokkum og eru slíku þá náttúrulega en hittast oft og myndast bara vina sambönd. Margir af mínu bestu vinum eru þjálfarar sem eru að þjálfa í öðrum félögum. Ég held að sé kannski hafa ná fyrir minn þjálfaratíma sem held að áður en ég byrjaði að þjálfa sem svona þjálfuninu fór batnandi og við strákar svona svo Benni Gumm og Ingi Þór og Einar Árni sem er búin að ryðja veginn en maður finnur það metnaðinn og fagmennskun alltaf verða meira og meiri og sem betur fyrir alltaf verða fleiri og fleiri þjálfarar að reyna að gera þetta að lífsviðurværi og helga lífið sinni þjálfun þetta er að kannski gera svona fyrst ekki til langa tíma að það sé einhverju þjálfara eldri en færtust að þjálfa í deildinni okkur viti. Alltaf gríðarlega mikilvægt að halda mönnunum með þekkinguna inn í sportinu þeir geta svo driftinni niður á fleiri menn og haldi snjóboltan á gangandi. Og svo eru náttúrulega körfuboltaakademíur búin að koma víða núna á landi. Já. Og alltaf að fjölga akademíunum. Já, við veitum það náttúrulega að til að ná ánægju þá þetta æfa og þetta reyna að gera það eins vel og hægt er og aðeins mikið og hægt og undir góður leys og þessu akadíma eins og Selfossi sem krakkar hafa færi á því að æfa körfubolta til þessu dagana, þessu skólatíma og þessu eftir skóla er alltaf algjör snild og mörg félög sem bjóða upp að morgunæfingar fyrir skóla og æfingar alltaf eftir á og náttúrulega eitt svakalega munur náttúrulega æfingar bara yfir sumartíma og náttúrulega að körfuboltan bara vetraríþrótt sem byrjaði í byrjun september og var búin fyrir áður en maí kom. Nú æfa krakkar allan ársins hring og ef þjálfur að taka sér 2-3 vikur í frí þá bara skilja krakkarnir ekkert í hvað það er að gera. Akkur þau fá ekki að fara inn í sal og æfa sig. Já. Þannig að metnaðan allir eru aukast og
þannig að það fyrir hugsunin sem að gerast, þessi heila fóttur sem á þessu stað að normið í dag að æfa mikið og normið í dag að halda það að menn sjá það að það getur fyrir út í atvinnumennsku, menn sjá það að litla Ísland á möguleika að gera hluti. Þannig að það lítur að vera inspiration fyrir unga leikmenn og komandi kynslóðir, sko. Finnur Freyr Stefánsson, ég ætla að leyfa þér að halda áfram undirbúningi fyrir leikinn og já, hvetjum alla til þess að mæta, alveg sama hvar á landu þú ert. Og við skildist þarna á Kjartana áðan að já, það verða engar æfingar á miðvikudaginn hjá félögum jafnvel og menn eiga bara að mæta á leikinn. Já, ég held að ef það er eitthvað tíma aðstæða ekki að frí á æfingu þá er núna. Ég held að það væri gaman að sjá sem flest og ég er spenntur að sjá bara sem flest og þetta á bara að vera gaman að hitta þannig að körfuboltafjölskyldan og íþróttafamenn og spjalla saman. Það er hérna sem maður verður svo ofta að keppa móti hver öðru og öðru hérna á Íslandi. Það geta að finna þennan sameiginlega vettvang til að fagna saman og vinna saman. Það er eitthvað sem við verðum að fagna og vonandi mætir fólk með mjúka rödd og tilbúin að láta sig öskra og hvetja liðið áfram. Nákvæmlega. Menn verða að há sér eftir þennan leik. Já, bestu þakkir Finnur og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Já, farið ekki langt, við viljum að fara núna yfir í knattspyrnuna. Þessi leikur Ísland-Bosnía er náttúrulega bara næstkomandi miðvikudagskvöld, hefst klukkan 7:30 að gera að tryggja sér miða á miði.is og við ætlum að sjálfsögðu að tróðfylla höllina, það er nú bara þannig allir sem einn og við skellum hérna bara KR-lagi á því að þetta var nú þjálfari KRs og svo ætlum við að heyra í Önnu Garðarsdóttur. Hún spilaði mitt með KR í knattspyrnunni, farið ekki langt. Við stöndum saman allir sem einn, uppgjöf þekkir enginn hér, við erum harðir allir sem einn, öflug liðsheild sem fórnar sér, við erum KR og berum höfuð hátt. Við erum svartir, við erum hvítir, enginn getur stöðvað oss, við eigum viljan, við eigum úthald, við eigum styrk á í hvaða foss, við erum KR og berum höfuð hátt. Mótlæt til að sigrast á, sameinaðir við sigrum þá, við þekkjum bæði gleði og tár, titillinn er okkar í ár, við stöndum saman allir sem einn, uppgjöf þekkir enginn hér, við erum harðir allir sem einn, öflug liðsheild sem fórnar sér, við erum KR og berum höfuð hátt. Sigrast á, sameinaðir við sigrum þá, við þekkjum bæði gleði og tár, titillinn er okkar í ár, við erum svartir, við erum hvítir, enginn getur stöðvað oss, við eigum viljan, við eigum úthald, við eigum styrk á við hvaða foss, við erum KR og berum höfuð hátt, við erum KR og berum höfuð hátt. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.